Sérfræðingur í málefnum útlendinga segir kennara marga starfa við ómannúðlegar aðstæður. Þeir þurfi gjarna að búa til námsefni fyrir erlenda nemendur sem ekki tali íslensku og takast á við mörg erfið mál. Næsti forseti Íslands gæti náð kjöri með lægra hlutfall atkvæða á bakvið sig en fyrri forsetar. Stjórnmálafræðingur segir þingið hafa trassað að gera nauðsynlega breytingar á kosningakerfinu. Lögregla vísar hátt í 100 manns frá gosinu við Sundhnúksgíga daglega. Hrauntunga flæddi yfir varnargarðana í dag. Hætta er á að annað gos hefjist með mjög skömmum fyrirvara. Helmingur íbúa Haítí líður matarskort, óöld ríkir enn í landinu og glæpasamtök eru valdamikil. Nýrri bráðabirgða ríkisstjórn er ætlað að reyna að koma á stöðugleika. Þúsundir gæsa gera sig heimakomnar umhverfis Egilsstaðaflugvöll á vorin og sumrin. Starfsmenn flugvallarins liggja á flautunni og beina leysigeislum að gæsinni til þess að halda henni fjarri. Gott kvöld. Mjög fá erlend börn taka þátt í íþróttastarfi miðað við fjölda þeirra í samfélaginu. Þessu er vel hægt að breyta með fræðslu til foreldra, segir sérfræðingur í málefnum útlendinga. Menntun barna ætti að vera helsta áherslan í innflytjendamálum. Mér finnst mest áskorun að við kennum þeim að þau verða ekkert svona út undan samfélaginu almennt, en þau verða út undan aðallega vegna slakri íslenskukunnáttu. Kennarar hafa lýst þungum áhyggjum af skólakerfinu. Hröð fjölgun nemenda með annað móðurmál en íslensku hafi flækt vanda sem var ærinn fyrir. Jasmína er sérfræðingur í málefnum fólks af erlendum uppruna. Hún er sjálf innflytjandi, kom hingað til lands sem flóttabarn þegar hún flúði stríðsátök í heimalandinu, Bosníu. Hún segir mikilvægt að ræða málefni innflytjanda án þess að fara ofan í skotgrafir. Við þurfum að viðurkenna að þetta er áskorun. Við erum með 70.000 manns hérna á Íslandi. Þetta er áskorun. Margir hverjir, stór hluti innflytjenda, 20% er fátækt. Búa við sárt fátækt. Við þurfum að takast við þann vanda. Það skiptir miklu að styðja foreldra barna til að læra íslensku, svo börnin eigi auðveldara með tungumálið. Síðan eru marga aðra áskoranir. Við erum ekki með kennsluefni til að létta kennaranum vinnuna. Hlutfall barna af erlendum uppruna í skipulögðu íþróttastarfi er mun lægra en hlutfall þeirra er hér á landi. Jasmína segir nokkrar ástæður geta legið að baki, til dæmis menningarmun. Margir hverjir koma úr menningu þar sem er ekki, íþróttastarf er ekki hluti af daglegu rútínu. Og fyrir fjölskyldur sem er erlendum uppruna, sem ég þekki eigin raun og hef talað við marga, þegar þú borgar reikninga og þegar þú búið að kaupa í mat og allt þetta, það verður eiginlega kannski ekkert eftir til þess að stunda tómstundir. Jasmína segir það slæma nálgun að erlend börn sem tali ekki íslensku og komi jafnvel úr flóknum aðstæðum séu strax komin í stóra almenna skólabekki. Kennarar með 30 barna bekk þurfa ofta að búa til námsefni fyrir erlendu börni. Mér finnst það mjög oft ómannúðlegar aðstæður sem þau eru sett út í. Og ég er að fá kennara sem er að kenna börnum sem er að spyrja mig hvernig ég taka þegar börn er að koma til mín og segja að barnið sé sent úr landi, hvernig ég hafi bregðast við. Þetta sé ekki eitthvað sem kennarar eigi að finna út úr, heldur þurfi sveitarfélög og ríki að styrkja starfsfólkið og setja fjármagn í annað fyrirkomulag og úrræði. Annaðhvort minnka bekkina niður 15 og hafa einn kennara, bara frábært, ég held það sé bara mjög góð lausn. Eða verið með 5-6 kennara í einum bekk sem kenna 30 nemendum með mismunandi þarfir. Dreifing á fylgi forsetaframbjóðenda í skoðanakönnunum endurspeglar þörfin á að gera breytingar á kosningakerfinu, segir stjórnmálafræðiprófessor. Næsti forseti Íslands gæti verið kjörinn með lægsta hlutfalli atkvæða til þessa. Aldrei hafa jafn margir verið í framboði til embættis forseta Íslands. 13 skiluðu inn framboðsgögnum í gær. Í þjóðarpúlsi Gallup á þriðjudag mældust Katrín Jakobsdóttir og Baldur Þórhallsson með mesta fylgið, þá Halla Hrund Logadóttir og Jón Gnarr. Sú könnun var gerð 17. til 22. apríl. Samtals hafa þessi fjögur 90% kjósenda á bakvið sig.
Í nýjustu könnun Maskínu sem var gerð 22. til 27. apríl mælast Halla Hrund, Katrín og Baldur hæst en ekki tölfræðilega marktækur munur á milli þeirra. Ef niðurstöður kosninga yrðu eitthvað í þessa veruna að þá myndum við fá forseta sem væri kosin með lægra hlutfall á bakvið sig heldur en nokkuð tíman hefur gerst. Það stefnir því spennandi kosningar, jafnvel þær mest spennandi síðan Vigdís Finnbogadóttir var kjörin 1980. En þegar að menn fara að hugsa það að forseti hafi hugsanlega bara 25% fjórðung atkvæða á bakvið sig, það er að segja 75% kjósandana hafi kosið einhvern annan, þá fara menn að velta fyrir sér kosningakerfinu og hvort að þetta sé lýðræðislegt. Lengi hefur verið rætt að gera breytingar á kosningakerfinu meðal annars á fjölda meðmælenda og að forseti skuli kjörin með forgangsröðunaraðferð. Kjósendur geta raðað frambjóðandurum, sagt þennan vil ég helst, þennan vil ég næst helst, þennan vil ég þriðja helst. Áttu vonuð að sjá einhverja breytingar vera gerðar á þessu kerfi? Ég held nú að þessu fljóti að verða breytt. Þetta í rauninu ótrúlegur trassaskapur þingsins og ríkisstjórna, sérstaklega með meðmælendurna. 3 vopnaðir menn réðust inn í Reykjavíkurapóteki í Vesturbæ Reykjavíkur síðdegis. Þeir ógnuðu starfsfólki með eggvopnum og ekki vita hvort þeir komust undan með ránsfengin. Lögregla var kölluð til ásamt sérsveit ríkislögreglustjóra og voru mennirnir 3 handteknir í hverfinu skömmu síðar. Lögregla var með nokkurn viðbúnað í Vesturbænum og vinnur að rannsókn málsins. Og lögreglan á Suðurnesjum hefur aukið eftirlit við Grindavík og gosstöðvarnar. Nokkrir tugir leggja leið sína að gosinu daglega. Hádegisbil fór hrauntunga að flæða yfir varnargarðinn norðan Grindavíkur. Hraunið bara að fara núna svona aðeins yfir garðinn. Þetta svo sem bara kalt hraun sem að rúlar aðeins yfir. Í mjög litlu mæli, þetta bara svona smá tunga sem fer yfir garðinn. Atli segir hafa verið viðbúið að þetta myndi gerast en ekki talin hætta á að hrauntungan fari á skrið á augabragði. Við erum með aukið eftirlit í Grindavík, já. Við erum með aukið eftirlit á þessa staði sem við þurfum að fylgjast betur með. Það sé bæði hjá varnargarðinum en líka við gosstöðvarnar en þangað hafa margir farið fótgangandi undanfarið. Þetta eru kannski einhverjir 50 til 100 manns yfir sólarhringinn sem eru að reyna að komast að gosinu. Ekki talið ráðlegt að fara nærri gosinu núna og hefur það raun að verið bannað allt frá því það hófst. Fullvirkni enn í gígnum en frá miðjum mars hefur land risið 10 cm og 10 milljón rúmmetrar af kviku hafa safnast í kvikuhólfið undir Svartsengi. Talið að ný gossprunga geti opnast á hverri stundu og líklegast að það verði á svipuðum slóðum og gosið hefur í tæpar 6 vikur. Matarskortur á Haítí hefur ekki verið meiri síðan öflugur jarðskjálfti reið þar yfir árið 2010 samkvæmt talsmönnum Sameinuðu þjóðanna. Ný bráðabirgða ríkisstjórn tók við völdum í vikunni. Byssukvellir frá glæpagengjum glumdu á meðan ráðherrar nýrrar ríkisstjórnar Haítí sóru embættiseið á fimmtudag. Upplausn ríkir í landinu og gengi hafa náð völdum yfir nær allri höfuðborginni Port-au-Prince. Nýju ríkisstjórninni, sem skipuð til bráðabirgða, ætlað að halda kosningar innan 2 ára. Ekki hafa verið haldnar forseta eða þingkosningar í landinu síðan 2016. Forsetinn var skotinn til bana á heimili sínu 2021. Aðstoðar framkvæmdastjóri matvælaáætlunar Sameinuðu þjóðanna lýsi stöðunni á Haítí sem skelfilegri. Helming landsmanna skorti mat. Devastating crisis, massive humanitarian impact. The worst situation, humanitarian situation in Haiti since the 2010 earthquake. Un petit peu, plus ou moins, 2 mètres de ne pas faire marcher ensemble avec. Si nous ne pouvons pas manger, pas aller à l'école, concernant des marchandises qui monter, puis augmenter, et puis pas prendre du temps pour augmenter les augmenter. Hjá sumum börnum staðan sú að matartíminn í skólanum eina tækifæri dagsins til að fá að borða. Tæpar 12 milljónir búa á Haítí. Landið á eyjunni Hispanjólu í Karíbahafi, á sömu eyju og Dóminíska lýðveldið. Yfir 1500 manns hafa verið drepin í ofbeldisöldu glæpagengja á árinu samkvæmt Sameinuðu þjóðunum.
Staðan í dag svo versta síðan öflugur jarðskjálfti reið yfir 2010 og 300.000 fórust. Samkvæmt UNICEF eru 180.000 börn á vergangi innan landsins á flótta undan ofbeldi glæpagengja. Gengin hafa lokað vegum frá höfuðborginni og liðsmenn þeirra sölsa undir sig sífellt meira land. The result is that hundreds of thousands of children and their families in besieged communities are largely cut off from humanitarian aid and essential services. Því fagnaði í Suður-Afríku í dag að 30 ár eru liðin síðan fyrst voru haldnar frjálsar og lýðræðislegar kosningar í landinu. Fljótlega að þeim loknum tók Nelson Mandela við forsetaembættinu. Stutt í að aðrar kosningar sem einnig gætu orðið sögulegar, skoðanakannanir fyrir þingkosningar 29. maí, benda til þess að afríska þjóðaráðið missi meirihluta sinn á þingi í fyrsta sinn síðan aðskilnaðarstefnan var afnumin. Óánægja garð stjórnvalda hefur aukist mikið undanfarið í erfiðu árferði en atvinnuleysi mælist vel yfir 30%. Núverandi forseti landsins vonast þó eftir endurkjöri. If we work together, if we harness the same spirit of unity that we did in 1994, we will surely overcome these challenges that confront us. Göngugarpur gekk 100 km frá Akranesi til Reykjavíkur til styrktar Pieta-samtökunum. Hann segir gönguna hafi verið erfiðari en hann hélt en markmiðið hafi nást. Þetta hófst? Já, þetta hófst að lokum. Ég hef aldrei getað þetta einn. Og fullt af fólki með mér allan tíman. Ég er ótrúlega þakklátur fyrir það. Þetta var miklu erfiðara en ég hélt þetta yrði. Ég fór á langt niður alveg ótal sinnum og ætlaði að hætta alveg ótrúlega oft. En það tók bara eitt skref í einu. Þetta allt bara í hausnum á manni. Bergur gekk til styrktar Pieta-samtökunum sem veita þjónustu til fólks í sjálfsvígshættu. Hann gekk ekki aðeins þessa 100 kílómetra, heldur dró hann 100 kílóa sleða á eftir sér en tók 10 kíló af eftir hverja 10 kílómetra. Ég reif miða af vestinu hjá mér sem að stóð á alls konar erfiðleikar sem fólk að ganga í gegnum. Og ég reif miðan af og tók lóðið af til þess að sýna þá fram á að ég hafi þá kannski verið að vinna í þessum erfiðleikum eitthvað svoleiðis og komist í gegnum það. Bergur vildi leggja sitt af mörkum til samtakana eftir að besti vinur hans missti móður sína fyrir 1,5 ári. Hún var búin að glíma við mikil andleg veikindi og mér langaði að heyra minningu hennar með þessu og svo er náttúrulega ég eins og slökkviliðið, þið sjáum það að við viljum allt fyrir ykkur gera sem eru þarna úti og ég fari í svo ótal útgöll þar sem að fólk er annarkvort með sjálfstilraunir eða líður illa og það veit ekki einu svona af Pieta og þannig að mér langaði líka að auglýsa Pieta sem samtök. Og það finnst honum sannarlega hafa tekist. Og svo var hérna minn tengiliður hjá Pieta einmitt að segja mér það er fullt af fólki búið að hringja sem að sáu þennan viðburð. Þannig að markmiðið mitt var það og það heppnaðist. Og þá förum við til útlanda, nánar tiltekið til Normandí í Frakklandi. Þar hefur frumkvöðull fundið upp frumlega aðferð til þess að halda sígarettustubbum frá holræsum svo þeir mengi ekki umhverfið. Til þess notar hann síu sem gerð úr mannshárum. Mengunarvaldar eru víða í umhverfinu. Ef sígarettustubbar berast í sjóinn geta þeir mengað alltaf 500 lítra af vatni hver. Þessi frumkvöðull með lausnina. Mon idée pour la France, c'est la mise en place d'un filtre à base de cheveux que l'on met dans le caniveau pour récolter tous les polluants des villes avant qu'ils ne soient rejetés en mer. Já, hann að tala mannshár og þau fær hann að sjálfsögðu á hárgreiðslustofum. Oui, je vais aller vous chercher ça. Þar fellur nóg til og lítið mál að fá hráefni. Þá þarf að sía litlu hárin frá sem annars færu beint í sjóinn. Au toucher, je me rends bien compte si c'est bon ou si c'est pas bon, mais pour confirmation, je le pèse. Ouais, c'est vraiment faut être passionné en fait. Je suis tout seul, c'est pour ça en fait.
Je prends tout sur moi, quoi. Hárin og pókin geta saman síað afar smátt rusl. Þar á meðal sígarettustaupa sem eru 90% af því sem kemur í síuna. Ce qui est nocif, c'est ce qu'il y a dans le filtre. Et dans le filtre, il y a toutes ces particules plastiques. Regarde. Et toutes ces petites particules plastiques vont directement à la mer. Bæjaryfirvöld í smábæ í Normandí hafa keypt nokkrar síur, en það sem ein slík kostar jafnvirði 50.000 króna, eru þær ekki settar í öll ræsi. L'intérêt, c'est de les mettre dans les points stratégiques où il y a des flux de personnes et où potentiellement les gens fument aussi en marchant, en sortant des commerces, en allant au cinéma, enfin voilà. Hér gott dæmi þess að lausn á vandanum oft rétt við nefið á manni. Verðlaun voru veitt fyrir mynd ársins og fréttamynd ársins í ljósmyndasafni Reykjavíkur í dag. Kristín Magnússon fékk verðlaun fyrir fréttaljósmynd ársins. Hún var tekin á samverustund fyrir Grindvíkinga í Hallgrímskirkju. Kjartan Þorbjörnsson eða Golli á mynd ársins sem sýnir Yasan, ungan flóttamann frá Gaza sem skreytti tímabundið athvarf sitt hér á landi með jólaljósum og fána heimalandsins. Alls voru 102 myndir frá 17 blaðaljósmyndurum valdar á sýninguna Myndir ársins 2023 sem verður opin í ljósmyndasafni Reykjavíkur til 18. maí. Skipulögð glæpasamtök eru grunuð þaulskipulagðan stuld á verðmætum gömlum bókum af bókasöfnum víða Evrópu. Hluti bókanna hefur verið seldur á uppboði í Rússlandi. 9 Georgíumenn hafa verið handteknir í tengslum við bókastuldin sem teygir sig til Litáens, Lettlands, Frakklands, Sviss, Þýskalands, Tékklands og Póllands. ორგანიზებული ჯგუფის წევრები 2022-23 წლებში ევროპის სხვადასხვა ქალაქების ბიბლიოთეკებიდან ასეულობით 1000 ევროს ღირებულების წიგნებს ფარულად დაეუფლნენ. Fólki sagt að hafa framvísað fölsuðum skilríkjum á lands- og háskólabókasöfnum og þóst vera fræðimenn. Það fékk að rannsaka bækurnar inn á söfnunum en ekki taka þær þaðan. Fólki tók myndir á bókunum, mældi þær og skilaði þeim svo. Nokkrum dögum seinna kom það aftur, fékk bækurnar aftur afhentar en skilaði þeim ekki. Heldur mjög nákvæmum eftirlíkingum. Tai yra organizuotas nusikalstamumas ir tai yra ypatingai aukšto lygio nusikalstamumas, kodėl ir dirbo ir Europolas prie šio nusikaltimo išaiškinimo. O mes, aišku, konkrečiai tiek mes, tiek bendradarbiaudami su teisėsaugos pareigūnais, tiek su kolegomis iš kitų bibliotekų ėmėmės įvairių priemonių, kad sumažint rizikas dėl to nusikaltimo. Bækurnar voru meðal krúnudjásna safnana og talið að tekist af að stela 170 bókum. Þarna meðal var handrit síðan snemma á 19. öld eftir rússneska skáldið Alexander Pushkin. Europol metur skaða bókasafnana á 2,5 milljón evra. Það upphæð sem jafngildir tæpum 400 milljónum íslenskra króna. Vitað til þess að nokkrar bókanna hafi verið seldar á uppboði í Rússlandi. Því ekki búist við að verði endurheimtar í bráð. Starfsmenn Egilsstaðaflugvallar glíma við aragrú af gæsum sem að gera sig heimakomnar á ökrum allt í kring. Á vorin og fram eftir sumri þarf að fæla þær burt með ýmsum brögðum svo þær stofni ekki flugvélum í hættu. Þær eru komnar í stórum hópum gæsirnar og raða sér allt í kringum Egilsstaðaflugvöll. Morgunvélin á leiðinni frá Reykjavík og tímabært að gæsirnar færi sig aðeins fjær. Starfsmenn Isavia beita bílflautunni og ýmiss konar hávaða. Gæsirnar eru í þúsundatali því þarf að fylgjast vel með og fæla oft á dag svo að þær hreiðri ekki sig við völlin. Bæði í aðflugi og brottflugi getur skapast hætta ef að gæs fælist og flýgur yfir flugbrautina. Það eðlislegt að flýja yfir á fljótið. Þannig að gæs sem hérna austan megin brautar fælist hún, þá fer hún bara beina leið yfir að fljótinu og það svona það sem við erum helst að reyna að fyrirbyggja hér. Steinsnar austan við flugvöllin meira að segja kornakur og þar líkar gæsinni lífið. Þar beinlínis bannað að vera með hunda sem gætu fælt upp stóra hópa á versta tíma. Vandamálið að sá sem ræður ríkjum á flugvellinum hefur takmörkuð völd utan flugvallargirðingar. Við erum í samtali við landeigendur
og erum að vinna að lausn við að lágmarka fugl í nágrenni flugvallar eins og hægt er. Alltaf beitum okkar verklagi og mjög stíft verklagi innan girðingar. Utan girðingar höfum við minna með að segja að stýra trafík, þannig að við kannski vildi fólks að horfa í kringu sig. Við erum ekki með hunda á ferli, svona á vorin sérstaklega, og allavega ekki þá þegar er flugumferð í gangi. Og flugradíómaðurinn í turninum hefur líka handhægt vopni gegn gæsinni. Þetta er leysiggeisli sem við getum notað í ljósaskiptunum og þá getum við beint geislanum á túninu og fælt upp gæsina og það er oft nóg að hræða bara upp nokkra því að þá alveg brjálast þær allar. Það er verpa náttúrulega hérna líka og við erum ekki bara í gæsafælingum, heldur reynum við náttúrulega að ráðast á vandamálið strax í byrjun, fjarlægja egg og þétta girðinguna til þess að koma veg fyrir það að ófleygir ungar komi inn á braut til að mynda. Vandamálið er að flugvellir og gæsir hafa sama kjörlendi og það er ekki bara hérna hjá okkur á Egilsstöðum, það er bara nærtækt dæmi eins og í Vatnsmýrinni og annars staðar á landinu. Talandi gæsirnar í Vatnsmýrinni, þá voru gæsirnar við tjörnina í Reykjavík í dag flesta til friðs í blíðunni, enda ekki nærri eins margar og fyrir austan, en þær gerðu brauðinu góð skil eins og endurnar og mávarnir og nutu sumarsins. Það gerðu líka margar fjölskyldur sem lögðu leið sína í miðborgina og þau allra yngstu voru velbúin með bústna brauðpoka svo allir fengu magafylli og líklega gott betur. Og sjá hvernig viðrar á gæsir og mannfólk. Það er norðaustanátt í kortunum fyrir morgundaginn og má reikna með lítilsháttar úrkomu og köflum austanlands sem og bæði með norður- og suðurströndinni. Vestanlands verður léttskýjað að mestu og hámarks hitatölur svipaðar á í dag eða 12 stig. Veðurfræðingur kvöldsins er Theodór Freyr Hervarsson sem fer nánar yfir þetta þegar Kristjana Arnarsdóttir hefur sagt okkur íþróttafréttir. Landsliðskonan Sandra María Jessen fór á kostum þegar Þór Káa heimsótti FH í bestu deild kvenna í fótbolta í dag. Valur og Breiðablik eru jöfn á toppnum eftir fyrstur 2 umferðirnar. Íslandsmótinu í badminton lauk í dag. Kári Gunnarsson tók spaðan af hillunni og vann sinn 10. Íslandsmeistaratitil í einliðaleik. Evrópumót karla í áhaldafimleikum hélt áfram og það var hasar í ensku knattspyrnunni. Þetta og margt fleira í íþróttum hér á eftir. Helstu fréttir. Sérfræðingur í málefnum útlendinga segir kennaramargar starfa við ómannúðlegar aðstæður. Þeir þurfi gjarnan að búa til námsefni fyrir erlenda nemendur sem tala ekki íslensku og takast á við mörg erfið mál. Næsti forseti Íslands gæti náð kjöri með lægra hlutfall atkvæða bak við sig en fyrri forsetar. Stjórnmálafræðingur segir þingið hafa trassað að gera nauðsynlega breytingar á kosningakerfinu. Lögregla vísar hátt í 100 manns frá gosinu við Sundhnúksgíga daglega. Hrauntunga flæddi yfir Varnargarðana í dag. Hætta er á að annað gos hefjist með skömmum fyrirvara. Helmingur íbúa Haítí líður matarskort, óöld ríkir enn í landinu og glæpasamtök eru valdamikil. Nýrri bráðabirgðaríkisstjórn er ætlað að reyna að koma á stöðugleika.